Ég skrifaði orkumarkaði og markaðsvæðingu orkumarkaða, þar sem fólk hefur val til að kaupa það sem það vill og það var mjög staðnað ferli af því það þurfti enginn á því að halda því að orkufyrirtækin áttu kúnnan en ekki öfugt af því að þú hafðir ekkert val. En ég sá fyrir mér að þetta myndi breytast mjög hratt á næstu árum og fylgja í kjölfar símamarkaða. Þannig að þegar það verður komið samkeppni þá þyrfti fólk á því að halda að vinna með fólki eins og mér sem hefði þekkingu á viðskiptavinunum. Það var markmiðið mitt lengi vel og alltaf í rauninni að fara að vinna fyrir orkufyrirtæki heima og helst erlendis af því þau eru bara einfaldlega miklu fleiri og vinn nú þegar fyrir fyrirtæki í flestum heimsálfum og á ráðstefnunni koma náttúrulega fulltrúar frá öllum löndum í heimi og þar mæta þeir til að læra energy branding sem hugtak sem sprettur upp á mínu námi og ég kynni til sögunum bara á heimsvísu. Og þannig hef ég svona einhvern veginn náðarlega að brúa bilið á milli Íslands, háskólanna og atvinnulífsins. Og fyrirtækið sem ég stofnaði út frá það náttúrulega heldur utan um þessa ráðgjöf sem ég er með og heldur utan um reksturinn á þessari ráðstefnu. Og hún einfaldlega mjög góð fyrir Ísland því þá eru augu heimsins að beinast að Íslandi út frá jákvæðum hlut sem orka og við erum orka. Fyrir til dæmis Ísland að þá ég að færa inn í hugarheim og bara inn í störf fólks öðruvísi þekkingu sem býr til tekjur fyrir samfélagið. Af því að það verið að virkja hugvit til þess að auka ábata samfélagsins alls sem byggir á námi héðan úr háskólanum.